Í gær fjölluðum við aðeins seðlabankastjóra en nú komið að hlutverki Seðlabankans. Hvað gera þessi tæplega 140 starfsmenn sem hér eru? En við byrjum þó í kjallara Seðlabankans og hér sjálfur helgidómurinn, peningageymslan. Öryggisráðstafanir eru miklar. Hér þarf 2 menn með 2 lykla til að opna þær dyr sem á vegi okkar verða. Loks komum við að þessari hurð sem svo rammgerð að það væntanlega vonlaust að sprengja hana upp. Hún vegur 6 tonn og 1 maður á fullt í fangi með opnana. Fyrir innan eru peningageymslu Seðlabankans. Við verðum fyrir vonbrigðum, enda höfðum við heyrt sögur gull, klumpa og aðra eðalmálma. Í staðinn sjáum við nokkur seðlapunkti í hillum. Það eru miklu peningar hér inni. Hérna inni svona jafnað 15 miljardar. Það eru 15 miljardar? Seðlum og mynt. Það eru 15 miljardar hér í dag. Þetta verðast hálftómar hillur. Já, það eru það fyrir 15 miljardar. Það eru í kössunum hérna hinum megin. Seðlarnir koma í þessum 3 kössum frá framleiðendunum sem í London. Og myntin kemur hins vegar í járndunkum sem þarna eru. Og svo þetta tekið upp eftir þörfum, sem sagt. Þetta eru svona peningar sem koma utan og þeim komið í umferð hér eða eitthvað? Já. Hins vegar hér í hillunum, það tiltölulega lítið af seðlum eins og Þetta eru bæði nýjir seðlar og eins gamlir seðlar sem hafa komið inn frá bönkunum og hafa farið í gegnum seðlagreiningadeildina. Sem við sýtum ykkur hér á eftir. Gjaldeyrisvarasjóður okkar, hvar hann geymdur? Hann nú geymdur erlendis. Hins vegar erum við með gull svolítið hér í hillum sem við getum sýnt ykkur hér fyrir framann. Já, þarna heyrðum við eitthvað að viti, gull. Við sem heldum að það væri allt vandlega falið í bankahvelfingum í útlöndum. Það eru gulli geymd í þessum kössum hér. Það eru 48.000 gullúnsur sem bankinn á. 28.000 gullúnsur eru hér í þessum kössum og 20.000 eru geymdar hjá Bank of England sem eru í stöngum. Gullið hér hjá okkur hins vegar í mynt. Norðurlanda gullkrónur og svo gulldollarar frá 1908. Þetta allt saman innsiglað eða eitthvað? Þetta allt innsiglað, já, ekkert farið í þetta. Hefur reyndar ekkert verið farið í þetta eiginlega síðan á stríðsárunum. Þá var lítillega látið til tannlækna. Það eru eflaust margir sem eiga þessa kistu. Í henni 125 milljónir króna og bara í þessu punkti eru árslaun margra Íslendinga 2,5 milljón. Í næsta herbergi svokölluð seðlagreining. Þessar konur telja pening allan liðlangan daginn. Seðlarnir koma úr bönkunum og hér eru þeir taldir í fullkomnum vélum og ónýtir seðlar eru settir í tætara og síðan eru þeir brendir. Hér eru 80 til 100.000 seðlar taldir á hverjum degi. Hver seðill í umferð í 1 til 5 ár. 100 krónu seðlarnir hafa stystan líftíma en eru þeir mest notaðir. Nú 4 milljónir seðla í umferð í landinu. Í herberginu við hliðina síðan mynttalning. Það kostar 1 krónu og 50 aura að slá hver krónupening í Bretlandi, en 5 til 6 krónur hver seðill. En hvert svo hlutverk Seðlabankans? Við höfum þegar séð peningabirgði bankans, en Seðlabankin hefur umsjón með útgáfu seðla og myntar og stjórnar peningamagninu í umferð. Við sáum líka gullkassana í kjallaranum sem tilheyra gjaldeyrisvarasjóði okkar, sem að mestu geymdur erlendis. Bankinn passar upp á þennan sjóð og annars skráningu gengis og gjaldeyris eftirlit. Seðlabankinn veitir líka ráðgjöf í gjaldeyris og peningamálum. Annars bankaviðskipti ríkissjóðs, hefur eftirlit með viðskiptabönkunum og öðrum peningastofnunum og annars skýrslugerð og rannsóknir. Hins vegar eru áherslurnar töluvert að breytast, við erum að færast meira yfir í markaðsskipulag, frekar heldur en boð og bönn. Við ákváðum til dæmis einhliða gengi gjaldmiðilsins þangað til í maí í fyrra. Nú ræðist það meira og minna af markaði. Við rákum hér umfangsmikið gjaldeyris eftirlit þangað til fyrir stuttu síðan. Nú eru við að gefa gjaldeyris hreyfingar til og frá landinu frjálsar, þannig að þetta að breytast allt meira og minna í nútíma horf. Starfsmennirnir 136 vinna í hinum ýmsu deildum á hæðunum 5 í Seðlabankahúsinu og þetta ekki beint aðlaðandi nöfn. Peningamáladeild, hagfræðideild, tölfræðideild, alþjóðadeild og svo framvegis. Ég held að við rekum ekki
umfangsmeiri starfsemi hér heldur en brýn þörf er á til þess að við getum gegnt okkar hlutverki. Í nýju seðlabankafrumvarpi er gert ráð fyrir að sjálfstæði bankans verði aukið frá því sem nú er, ekki síst gagnvart ríkisstjórn. Þannig á bankinn að móta stefnu í peningamálum án afskipta stjórnvalda. Þar er líka talað um að efla faglega stjórnun bankans, en sú umræða tengist náið umræðum stöðu seðlabankastjóra. Jón Sigurðsson seðlabankastjóri sem senn lætur á embætti kom inn á þetta í erindi sem hann flutti á fundi landsnefndar Alþjóðaverslunarráðsins í desember. Hann sagði að það væri nauðsynlegt að koma á verkaskiptingu milli ríkisstjórnar og seðlabanka, þannig að bankinn gæti einbeitt sér að stjórn peningamála í því skyni að stuðla að stöðugu verðlagi og stöðuleika í bankakerfinu. Karl Galsson með þessa frálegu fréttaskýringu.